Nú ætlum við að byrja á bók sem heitir Lífheimurinn. Hvað er líf? Þá þurfum við að byrja á að skilgreina hvað er að vera lifandi. Við eigum auðvelt með að sjá fyrir okkur lifandi dýr eða jafnvel lifandi plöntur, en það er fullt annað sem er lifandi. Það er fullt af örverum sem að lifa á okkur sem við sjáum ekki og bara í loftunni í kringum okkur. En það er kannski ekki alveg ljóst hvað er að vera lifandi. Allar lífverur vaxa, fjölga sér, bregðast við áreiti og hreyfa sig eiginlega alveg allar, og þær þurfa allar orku. Þær hreyfa sig hins vegar ekkert allar úr stað. Sumar anda þessi súrefni, sumar fæðast og deyja, þá ekki við allar lífverur. Bakteríur til dæmis, þær fæðast ekki beint, þær verða til þegar að ein baktería skiptir sér, og baktería sem skiptir sér, hún hættir að vera til, en hún dó aldrei. Hún bara hætti að vera til og varð að nýjum einstaklingum. Frumur er það sem að allar lífverur eru gerðar úr. Ein fruma er bara minnsta byggingareining hverrar lífveru. Við erum búin til úr gríðarlegum fjölda frumna sem eru sérhæfðar og vinna mismunandi hlutverk. Hérna sjáum við dæmigerða dýrafrumu. Hún er það sem kallað er heilkjörnungur með frumukjarna sem erfðaefnið er geymt. Svo erum við fullt af frumulíffærum. Þið muni kannski, eða hafi sum farið í gegnum þetta áður. Hér eru hvatberarnir sem eru orkuverfrumunar, frymisnetið sem að, og ribosómin á hlutafrymisnetinu sem búa til prótein, safabólur sem að geyma, vantar nú safabólu þessa mynd, sem geyma vatn og annað, Golgi-kerfið og ýmislegt fleira hérna. En sumar frumur eru mun einfaldar en þessi, eins og til dæmis bakteríufrumur. Þær hafa ekki frumukjarna og ekki svona frumulíffæri, eru miklu minni, og erfðaefnið, DNA-ið, það er dreift frumuna. Þið sjáuð hérna þessi nöfn yfir þetta á íslensku. Þetta er svona skemmtilegri mynd hérna, en hér er textin á íslensku. Dýrafrumur eru ófrumbjarga, það er að segja, geta ekki bjarga sér sjálfar fæðu, þær þurfa að borða aðrar lífverur. Plöntufrumur, þær hafa efni sem heitir blaðgræna, er hérna í grænukornunum, og það eru grænukornin fyrst og fremst, og svo frumuveggurinn sem aðgreinir plöntufrumum frá dýrafrumum. Þær geta búið til sína fæðu sjálfar, búa til sykur sem gefur þeim orku. Dýrafruma þarf að fá orkuna annar staðar frá, og þetta gerir plöntufruman með orku frá sólinni. Það flokkunarkerfi sem við notum í dag er afurð manns sem hét Carl von Linné af Svíi. Þetta kerfi er kallað tvínafnakerfið. Það var aðalega að nota gamalt kerfi sem Aristóteles hafði notað á undan því. Aristóteles flokkaði lífverur eftir því hvernig það hreyfðu sig, setti semst allar lífverur sem gáttu flogið í eitt flokk, lífverur sem að löbbuðum á landi í eitt flokk, og svo þær sem syntu í þann þriðja. En eins og við vitum þá er fullt af lífverum sem að fljúa sem er ekki voðalega líkar, til dæmis leðurblökur og fuglar. Samkvæmt kerfinu hans þá fá allar lífverur tvö heiti sem eru yfirleitt á latínu. Fyrra heitið er ættkvíslarheitið, en seinna er tegundar eða einkennisheiti. Skoðum þetta aðeins betur. Og við flokkum lífverur eftir því hversu skyldar þær eru, þar að segja hve mikið af erfðaefni þeirra, DNA-inu, er eins, og eftir því sem að meira af því er eins, þeim mun skyldar eru þær. Tegundarheitið okkar er Homo sapiens, og við erum meira að segja undir tegundinu Homo sapiens sapiens. Það þýðir að ættkvíslarheitið okkar er Homo, og tegundarheitið er sapiens. Homo þýðir bara maður. Það hafa verið til aðrar tegundir af mönnum, eins og til dæmis Homo habilis, sem voru til fyrir nærri 2 milljónum ára. Þeir voru frekar ólíkir okkur, en samt sem áður menn, bara ekki nútíma menn. Hérna sjáum við mynd af svona einhverjum hellisbúum. Ég veit ekkert hvað þetta á að vera fyrir löngum tíma,
En ef að við myndum fá okkur tímavél, skreppa 30.000 ár aftur í tíman og sækja barn, sem myndum alltaf aldrei gera, en segjum sem svo myndum gera það, ala það upp hérna, að þá myndum við ekki geta þekkt þetta barn úr, því að það hefur sára lítil breyting orðið á okkur á síðustu 30 til 50.000 árum. Ljón er af tegundinni Panthera leo, ættkvíslin heitir Panthera, tegundur heitir leo, en það eru til fleiri dýrategundir í dag af ættkvíslinni Panthera, til dæmis tígrisdýr, sem er þá Panthera tigris. Ef að fyrra heitið er eins, eru tegundirnar af sömu ættkvísl og þar af leiðandi ná skildar. Hérna sjáum við fleiri tegundir. Þetta er holtasóli sem er þjóðarblóm Íslendinga. Þetta heitir tunglfiskur, berserkjasveppur hérna og túkani. Svo sjáum við hérna eðlutegund og apa sem kallaður er nagapi, á ensku heitir hann ææ. Þessar tvær tegundir hérna niðri eru með sama heitið fyrir aftan. Þýðir það að þær eru skildar? Nei, það er fyrra heitið sem þarf að vera eins til þessu skildar. Seinna heitið, sem er auðlesanlegt í þessu tilfelli, að segir í raun og veru bara þessar lífverutegundir lifa á Madagaskar. Það er nefnilega ansi oft að það er nafnið á manninum sem að uppgötvaði tegundina, eða svæðið eða eitthvað í tengslum við svæðið þar sem þær lifa eða fundust, sem er notað sem tegundir eða einkennisheiti hérna fyrir aftan. Og hér er það eyjan Madagaskar. Við flokkum lífverur í ríki, svo flokkast ríkin upp í fylkingar, fylkingar upp í flokka, flokkar upp í ættbálka, ættbálkar upp í ættir, ættir upp í ættkvíslir og ættkvíslir í tegundir. Það er misjafnt hvað þetta flokkast mikið upp. Skulum kíkja á mannin til dæmis. Við erum að fylkingunni seildýr og undir fylkingunni hryggdýr. Þetta er pínlítið flókið. En fylkingin heitir seildýr. Við erum að flokknum spendýr. Við tilhörum ættbálknum prímatar, ættinni mannabar, ættkvíslinni menn og erum hinn vitiborni nútíma maður. Ljón, sem við kíktum á áðan, er af sömu fylkingu, sama flokki, en ekki sama ættbálki. Þannig þið sjáðu, við erum nokkuð skild ljónum, en hér skilja leiðir. Þetta er semst eins allavega hingað niður. Brennisóley er hins vegar voða lítið skild okkur því að hún tilheyrir ekki einu sinni sama ríki. Þegar við þurfum að ákvarða hvaða dýrategundir eru af sömu tegund, þá miðum við að þau geti átt saman frjó afkvæmi. Til dæmis eru allir hundar af sömu tegundinni, þessir heimilishundar, þá er ég ekki að tala um villihunda. Stóri Dan hérna og Chihuahua, þeir teljast vera af sömu tegund og tæknilega séð, eða fræðilega, ættu að geta átt saman frjótt afkvæmi, en bara stærðarinnar vegna, þá er það útilokað. Dýr af skildum tegundum geta átt saman afkvæmi, en þá er afkvæmin ófrjó, talað um kynblendinga. Þetta er mjög þekkt til dæmis á Íslandi meðal máva og anda, en þekktasta dæmið er sennilega læker, sem er afkvæmi karlljóns og kvenkyns tígrisdýrs. Þeir verða gríðarlega stórir vegna þess að genin sem að segja ljónum hvenær á að hætta að vaxa fá þeir frá mömmu sinni, en á tígrisdýrum fá þau hjá pappa sínum. Þannig að læker fær ekkert svoleiðis því hann er afkvæmi karlljóns og kvenkyns tígrisdýrs. Þannig að hann stækkar og stækkar þangað til hann deyr bara. Verða ofboðslega stórir. En þar sem að ljón og tígrisdýr lifa ekki á sama svæði út í náttúrunni, þá eru svona dýr eiginlega bara til í dýragörðum og sirkusum og svoleiðis. Við skiptum lífverum upp í þessi 5 ríki: dýraríki, plönturíki, svepparíki, frumdýr og þörungar og svo bakteríur, og við notum svona ættartré eða þróunartré til þess að greina í sundur. Við sjáum hérna til dæmis maður og górilla. Það er ekkert rosalega langt síðan þau aðskildust. Svolítið lengra síðan þau skildu sig frá öðrum spendýrum og ennþá lengra síðan þau skildu sig frá öðrum hryggdýrum sem við sjáum hér.
og enn þá lengra orðið mjög langt síðan þau skildu sig frá öðrum lífverum. En eftir því sem við greinum okkur lengra niður þá eru komin lengra aftur í tíman frá því að þessar lífverur áttu sér sameiginlegan forföður. En sameiginlegu forfeður allra hérna eru drefkjörnungar bakteríur. En það er svolítið flóknara mál. En þá er þessu lokið.